Þegar við fengum meiri stemningu í dag en það hafðist ekki, að gera þetta kannski aðeins meiri vonbrigði? Nei, jú, auðvitað fullt að tapa og mér fannst við setja okkur oft í stöðu þessu leik til þess að vera að kompíta allan tíman, ekki sem mútið Serbunum í gær sem við bara mistum fram okkur strax og saman í Ísraelina. En við höfum alltaf sagt oft áður, við þurfum að detta á hann dundur leik til að vinna þessi sterkari lið og meðan þeir til þess að vera með leikmann nr. 15 sem okkur ekki illa að ráða við og saman tíma erum við að skapa okkur skot fyrir utan þryggjastarlínuna og hitta illa. Þannig að það er auðvitað afsökun að tala það bara hitta betur en þá náttúrulega eitt af markmiðum okkur með íslensku landsliðinu, það er að skapa góð skot fyrir skiptum okkur og því miður það sem maður sé kannski mest eftir að við kannski hefði mátt setja nokkru viðbót í hverjum leik og sjá hvernig þetta hefði farið þá en heilt yfir var þessi leikur bara ágætlega að spila. Það var svolítið skrítinn leikur, það er svona mikið intensity og kannski mikið leyft, mikið kontakt leyfður í þessum leik. Finnst þér erfitt að einhvern veginn fylgja línunni í þessum leik? Já, það er náttúrulega eftir leiðamótið þá var alltaf menn sett meira áherslu á Tryggva og þeir eru koma svona á blindu hliðina á honum og pumpa hann og grípa í hendurnar á honum og hann er með eina fiska villi í fyrrháleik sem er svona full lítið. En þetta er langt mót og þetta eru margir leikir og dómararnir dæma leik á hverjum degi og eins og við verðum þreyttir andlega líkamlega þá gera þeir líka og ég upplifði svolítið á þeim að þeir voru kannski fannin að hugsa að komast heim. Talandi að komast heim, við förum hérna heim væntanlega uppréttir í baki og stoltir af þessum árangri. Alveg gríðarlega bara, við settum okkur markmið að halda okkur uppi. Tryggvi setti okkur markmið að fara í áttaúrvalsdeildin og eins og oft sem með Tryggvi, það sem Tryggvi segir, það gerist. Þannig að ég er gríðarlega stoltur af þessu liði og þessum árangri sem við náðum. Þó að kannski að sigurleikinn hafa ekki verið margir í mótinu, þá erum við að spila á móti 10 af 15 liðum hérna í mótinu, í mótinu sjálfu og æfingamótinu undan. Það eru 3 liði sem er í bottom 4 sem við spilum ekki við. Við erum í hörkuleik fyrir móti Spánurum og Ítölum. Við gefum Frökkum hörkuleik. Við erum að spila móti sem þjóðum og erum að sýna það að við getum keppt við það. Það er ekki þannig að þessi strákar séu fullkomnir. Það verður örugglega svolítið núna heima að vera að hæpa þér upp en við erum bara að tala um það að þetta verður bara að vera upphafið á áframhaldinu. Það er alltaf mikið af veikleikum hjá okkur ennþá, þessum strákum. Þau þurfa að bæta mikið í og gera betur og ástæða fyrir ég er að segja þetta núna er að ég vil að við áttum okkur á því að við viljum meira. Við erum ekkert sattir, við viljum bæta körfuboltann og það gerist bara einu stað og það er á æfingagólfinu fyrir luktum dyrum þar sem það er eitthvað kamerur af fréttamenn eða eitthvað svoleiðis. Það gerist bara með vinnu og dugnaði, hvað sem er að vinna leikmennina, þjálfarana eða félagana. Við þurfum að gera betur. Maður getur að tala um útlendinga og annað slíkt en við þurfum að gera betur heimi hér aðeins og ef við gerum það, þá getum við náð ennþá lengra. Aðeins í lokin, framhaldið náttúrulega aftur þetta mót eftir ár. Ert þú áfram með samning, hefur áhuga að halda áfram með þetta U20? Það er ekkert komið á reynd og það er eitthvað sem við bara að vera aðeins hérna. Það var talað um það, náttúrulega við erum bara að semja bara eitt tímabil í einu og núna bara er A-landslið sem tekur við og við skoðum bara málin og Hannes og Kói í KK er búin að vinna frábært starf. Það er þvílík forréttindi að hafa fengið þetta undirbúningsmót heima. Þessi umgjörð sem við búum að skapa kringum þetta lið er frábært og það er kannski ágætt að nota tækifærið og hrósa liðinu bak við tjöldin. Eyvi og Sigurður farastjórinn okkar er búin að vera svo snillingar, Bjartmar, Birnir, Tjastla, Kári saman og svo náttúrulega þessir fagmenn sem er með mér í teiminu, Baldur og Einar, búin að koma með mikla þekkingu og svo ekki síður mikilvægt, bara félagskap, bara að þú er mjög góður andi bara í hópnum, hvað sem eru leikmenn eða fólkinu í kringum mig.